Call of Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. Já, við í GameTV vorum svo heppnir að vera með þeim fyrstu til þess að fá að kíkja á Star Wars Battlefront betuna og við ætlum bara aðeins að svona renni í gegnum hana. Ólafur Þór Jóelsson er aðeins búinn að vera að kýtla pinnan í dag og hann ætlar að kýtla pinnan áfram fyrir ykkur áhorfendagóður. Elska þegar þú segir kýtla pinnan. Það er farlega gott. Góður í, búinn að nörda allt þitt líf og mikið einn. Ég er með Ólympíulágmarkið að kýtla pinnan og það sýnir hvað þannig. Jú, Star Wars Battlefront, hann er kominn, loksins, fyrsta betan að dettin og 8. október, dettur hún inn bara almennt, það er bara styttist í það. Já, ok. Og ef við lítum á þetta hérna, þá blasir við okkur svona valmyndir. 8. október, það er bara morgun. Ég veit það er bara dettin. Vá. Nú það er það henda sér í multiplayer sem er náttúrulega svona kannski hjartaleiksins. Ok. Og svo líka þetta fara í missions, það getur verið bara 1 eða 2 saman í split screen eða bara online og farið í gennum missionum og klára þau. Ef við ætlum að fara á multiplayer, þar er þetta að velja 2 borð í betri. Ok, annars vegar drop zone, það sem að detta niður svona poddar og menn er að reyna að defenda þá eða hérna sækja þá og svo Walker Assault sem er allt upp í 40 manns geta hann í risa borði í multiplayer og reyna að taka niður AT-AT kvikindin sem við þekkjum úr Star Wars sem voru felld með hérna snúrunni fjæra og stóru beljuðar þarna. Já, og svo eru greinlega hérna fleiri Supremacy, Cargo Blast, svo getur farið á Falcon maður í fæti skotrum og eitthvað drauturinn. Þetta er eitthvað sem verður en er ekki núna og við ætlum að kíkja bara á hérna, byrja að kíkja á þennan hérna, það sem eru bara 8x8 og þetta gerist á plánutunni Sullust sem er byggð á Íslandi. Þeir komið hérna Diceman til Íslands og með Star Wars kvikindi svona litla dúkkur og tóku með sér til Svíþjóðar myndir af Íslandi og þessi plánuta er sótaðan og ég ætla að sýna þér út af hverju. Bláa lónið er þarna, hraunið, þeir mun líða eins og þú sést bara í Drangey að vel á alveg. Já, ég veit að ég er að reyna að neindroppa hérna. En hvernig með karakterna, veistu það? Ertu að fara að búa til þinn eigin? Já, þú býr þinn eigin, hérna getur þú séð það. Hérna nú eru Stormtrooper og það er reyndar í þessu demo er ekkert að sko fara hérna lengst til hægri í appearance. Það er hægt í leiknum. Svo getur þú farið hérna blasters, getur valið hérna byssur sem þú vilt vera með. Þessi er rosaleg, þessi hérna líka, þetta er nýjasta. Og svo getur þú valið svona, þetta kemur upp svona að þú fær kort eða spil. Þú getur haft 3 spil á hendi þegar þú ferðir. Og notar L1 í PlayStation 4 til að keyra þetta lengst til vinstri, svo R1 lengst til hægri og 3 til að keyra þetta í miðunni. Það getur verið personal shield eða svona ýmislegt annað. Og við skulum bara vaða þetta. Getur þá verið Jedi? Þú getur verið Jedi. Svo getur þú verið svarthöfði og þú getur verið svona fullt af hero karakterum í leiknum. En sjáðu grafíkina þessu. Sjáðu, þetta er Ísland. Þetta var tekið hérna. Þetta er bara eins og bláa lónið. Þetta er blóð. Ég skal sýna þér bláa lónið. Bara ég reyndar á að fara að elta ykkur pod. En af því að þú ert hérna á hliðina á mér, ég fara með þér í lónið. Sérðu hérna? Þetta er svaka lúk á þessu. Sérðu hérna, við séum rörin og allt. Og hvað blasir við okkur? The Blue Lagoon. Sérðu? Sérðu? Hann verður sér að hann tímir að fara onni, þráttur að það kosti 30.000 kall. Sérðu hvað hann er flottur? Hví! Sjáðu hvað hann er flottur. Herru, svo förum við hérna og við erum að dífenda rosa lætið. Sérðu hvað þetta er? Ertu ekki að fíla grafíkina? Þetta er alveg bakalegt í rauninni. Þetta er ekkert svona, virkar ekkert einhver svona random búið til einhverju steinar þessu sem búið að teikna þetta niður Já, ég veit það, þetta er svo. Nú er dífenda, svo kemur hann hérna. Þetta er líka. Við náðum þessu. Sérðu, svo. Proximity bomb! Þannig að tók hann niður enemy defeated. Þróttu þessu. Svo þarf maður ekkert að reloada, byssurnar reyndar ofhitna en þetta er náttúrulega geislabyssur, þannig að maður ekkert að reloada þeim. Þannig að maður bara fer í það og svo fer maður inn í næsta. Hata fokkið reloada. Já, það er ekkert reload hér. Þegar einhver að koma í andlitið á mann og maður að NEI! Já, þegar einhver að koma í andlitið að segja þetta. Og svo fyrir við bara hérna, sérðu? Það er svona hvítur. Blöps, Ég finnst það bara eins og vera á Íslandi. Þið færið ekki þá tilfinning. Jó, þetta er líka bara svo að geta þetta þegar... Þeir eru kíkja á fjöllinu. Það er eins og sjá aldrei sama steinu fyrir sig. Ó, þessi sá mig ákveð.
Þetta semst svona einfaldasta útgáfa. Cockney Charmer, Pokémon. Hvernig, ertu ekki að sáttur það? Já, það svaka lúka á þessu. Já, svo bara sá sem við fyrstur að ná í 5 potta, hann vinnur borðið. Þannig að ég ætlaði svona bara rétt að sýna þetta, hvernig þetta lítur út og fara með þá í alvöru bardagann. Sá svarti, mætaður. Og það er 20 á móti 20, það er rosalegt. Getur þú verið Jedi eða? Þú getur verið Jedi, þú getur verið Luke Skywalker, þú getur verið Darth Vader og þú getur verið Boba Fett og einhverju Af hverju ert þú ekki einhver af þeim? Því að það kemur bara inn í leiknum sjálf. Já, ég var að spyrja þig, getur þú núna verið? Nei, ég geta alveg ekki núna, ég hef allan ekki náði, en reyndar í dag þegar ég var að spila þetta hérna, stóra bardagann, þá lendi ég því að ég mætti svartuða og ég var í alvöru nána að skeita á mig. Veistu hvað hann er ógnandi? Er það ekki bara að þú ert farin að nálgast áttrætt? Jú, reyndar, það getur nú svona spilað inn í sko. Það er ánáttúrulega að fara að spila fullorðsspil. En nú sjá allir líka PlayStation 4 nafnið þitt. Já, það er allt í lagi. Eru menn að fara að aðdaðir? Ugly Face 72? Já, einmitt, og þú undirstrykar og feitletar það, sem er bara mjög gott. Það er bara, ég tek öllum fagnandi, gaman að eiga fullt af vinum á PlayStation. Það er bara... Herra, en allavega, við erum að fara til Hoth núna, það er ísplánetan. Þannig að við förum úr eld yfir í ís. Vá, það er bara Ísland. Það er Ísland mætt. Já, þetta er svona, það er eiginlega, Ísland er að spila svolítið svona stóra rullið. Er það ekki líka í myndinni sem er að koma? Er ekki Ísland eitthvað? Já, og myndin er náttúrulega tekin á Íslandi að stóra hluta. Wow. Eða ekki hluta, sjáðu hérna. Mættur. Má ég sjá, hlúðu við. Er það spór? Hlöftu niður hann, hlöft það sem er ekki spór. Já, í Virgin snjó. Jú. Haldast þið að hverfa, farið tilbaka. Haldast þið að hverfa, fyrir hvað er? Bara skipti máli. Slakað á það. Aftur, kíkta aftur. Niður. Sjáðu þennan. Manstu þetta þessum? Sjáðu. Það er hvað að gera. Það vil að sína bara stærðin. Shit. Nei! Þú veist ekkert svartu. Ertu ekki nóg mikið Star Wars til að fíla þetta? Sjáðu, svo er þetta 40 manna bardagi. Sérðu bara hvað þetta er svo bláfjöldin hann í bakgrunum. Stórt og bakkanum. Kerlingafjöll. Kerlingafjöll. Móku, kerlingafjöll þarna. Það eru hvað gerir, já sjáðu núna. Þetta er stýrt. Víkindur, sjáðu. Mók, sjáðu. Hver er mættur? Nei. Tóttar. Sérðu. Þetta er náttúrulega raunum margar. Sérðu. Það er enginn til að skjóta. Þú þurfum tekið þessar... Þetta er eitthvað gauð. Ef maður að spila líka... Já, getur farið á flogið, sko. Inn á svona bardagarsvæði með öllum öðrum. Já, bara eins og ég er að stýra þessum. Sérðu, ég er að stýra þessum gauðir. Það er að skjóta eitthvað. Skjóttu turnin. Þannig. Já. Wow, leitir turn. Þetta eru ekki hraðasta fartæki sem hún verður á. Nei, sko markmið á þessu borðið, það eru 2 svona attatar og þeir þurfa að komast yfir borðið til að vinna. Og hinn er hérna, uppreisnarmennir eru að stoppa. Þannig að það er náttúrulega gaman að vera inni, sko. Ég er farin út. Kemst ég út það. Það er fastur. Nei, heyrðu. Nei, hvað er þetta? Rólegur. Ég veit það ekki. Þú verður að nota það. Hvað gerir? Já, veitu. Það er airstrike, eða? Wow. Já, Nei, sérðu. Og snjórinn allir. Hérna. Hlauftu nú aftur tilbaka og svo byrjar og gáðu bara spórin hérna ennþá. Hvað, á hverju? Aftur byrjar, eru spórin ennþá það? Hvað er afvík? Hvaða spórafettis ert þú með? Bara hvort þetta sé raunverulegt. Þetta er raunverulegt, er ekki að bara horfa á þetta? Það er bara snúru þetta. Nei, þetta er ekki aðeins. Ég get ekkert sett út á það. Sérðu hvað þetta er flott? Þetta er svakalega. Sko, þetta er svona strísabardagi. Og það sem maður þarf að gera. Nei, en hvað veistu um þetta? Hero pick-up. Sjáðu. Ég er að fara í þetta. Það geti orðið hero. Það geti kannski orðið. Nei! Sérðu, hvað gerist núna? Ég er bara, nei! Salir! Hversu gaman er að vera í rugg? Nei, hörðu! Sérðu hvað hann er? Það er minn. Hann hetti bara í fússi. Hvað er það að gera? Brjálaði, ég veit ekki. Aunaði nýtt. Sælir, en á til. Já, hvað eru þeir? Ég hugsa strax í myrkrinu. Hvað eru þeir? Hanna.
Hann er hann! Gerðu hann. Hann er hann! Nei, gerðu ekki við. Það er óvinn. Ég sker líkið hans. Er þetta þessi, hvað þetta? Hvað er þið? Þeir eru skítrættir, þú veist. Hann veit ekki hver að koma. Það er löppin að fatta niður. Taktu á báða! Sjútt! Hanna! Sérðu ég vil þetta gaman, þetta er fáraleg. Viktor! Nei! Tóttu með hann, Vá. Svarthöfði. Ég var á ferfætlingi, ég var á Svarthöfða. Ég er búin að prófa þetta. Mér finnst ég að það liða, Sverrir. Þetta var orðið, sérðu? Já, sérðu. Herru, svo er að, þetta er semst þessi tveir svona, þetta er tveir svona multiplayer möguleik sem þetta spilir betur í. Og svo er eitt í viðbót sem er ansi magna. Og það er single player mission sem getur verið bara einn að spila eða dottið í með einhverjum öðrum. Og það sem gerist hérna bara, það getur farið í training og svona battles eitthvað, against friendly AI og svo getur þú farið bara í svona waves af óvinnum sem bara dúndrast á þig. Þá getur þú valið ýmislegt og við ætlum að fara til Tatooine. Þetta er náttúrulega, er þetta ekki fæðingaplánið af Anakin Skywalker? Það er rétt fyrir. Og hérna getur þú valið náttúrulega erfiðar og svona þegar þú dettur inn, en ég fer hérna bara í single player það er bara að velja öðuldasta og hérna kemur bara haugur að liða á þig og þú eru bara klárað á svona styrstum tíma. Þú fær alls kyns bónus á þetta. Þannig að þetta er mjög skemmtilegt. Er maður að level upp kallið sín eða hvernig er það? Já, level up, sko, þú getur komist í level 5 hæst í þessari betu og svo náttúrulega miklu hærra þegar þú ert dottir í leikinn, þá er einhver tugir levela. Það eru 15 borð mismunandi svona multiplayer upp í leikinn þegar það kemur út og þeir voru staðfest að það er ekkert microtransaction sem ég er að fíla mjög vel. Hvað þýðir það? Og hérna getur þú tekið eins og hands. Hvað þýðir ekkert microtransaction? Það þýðir að það er ekkert, þú ert ekkert að vera að eyða peningi að kaupa peninga til að fá betri vopn. Þú bara vinnur það inn í leiknum og það er orðið svo mikið það í dag, menn þurfa að vera að borga hitt og Já, það er ótrúlega. Og EA hefur nú alveg verið leiðandi í því, þannig að nú ætla þeir að hísja upp sig og ekki vera með microtransaction sem er mjög góð. Þetta er nú smá cutscene, svona gaman. Og hérna mæti ég bara, og Tatooine, gjörðu svo vel minn kæri Sverrir, Tatooine í allir sínum tíma. Og það er eitt sem ég ætla að sýna kannski, sem ég get gert kannski hér, fyrir settings, og maður getur líka verið að spila hann í þriðju persónu. Fyrir það sem fíla það. Það kemur eitthvað inn fyrir því að ríspóna, þannig að ég ætla bara að finna það. Sjáðu vinnir, Akbar, mættu, Það er blóður. Þetta er flott, þetta er ljóð. Það er eiginlega að ríspóna, ég ætla að sjá hvort ég Þetta er ná einhvern veginn svona raunveruleg byrt. Já, sjáðu bara, þetta er bara svo að vera á Tatooine. Þetta er bara hrikalegt, ekki að ég hef verið þar, en þú veist, ég er ekki ímyndað að hann sé eins. Það er bara fall úr öllu, sér þetta er flott. Sjáðu þeir eru lítið niður, sléttuna. Sjáðu, þetta er það sama og Anakin sá bara hverju morgni, sjáðu. Ertu ekki impressed? Jó, þetta er ekki Ég ætla að finna guður. Það ég mig langaði að sýna þér hérna þriðjupersónu, ég er bara fyrir kvitt maður og sýna þér þannig. Ég get tekað þér restina, þá farið svona þriðjupersónu, ég ætla að reyna hann á þessu og sjá hvort það gerist ekki eitthvað stórkostlegt sko. Þetta áttur að kynna undir ansi mörgum Star Wars aðdáðanum. Já, en hvernig er svona þín fyrsta upplifun? Nú ertu ekki búin að prófa hann, ég er búin að spila hérna dag. Þetta er svakalegt. Ertu spenntur það? Já, ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta verður. Ég hlakka mikið til að sjá líka hvernig character creation systemið verður. Man er ekki dreymt það er samt bara eins og í Battlefield, þú ert bara að búa til, fá þér ný vopn og svona, þetta er ekki svona eins og roleplaying eitthvað, fyrir svona nörd eins og þig. Þannig að bara haltu þér, minn kæri vinur. Þannig að það er ekki þannig. En þetta er þess Battlefront, við kveðum fólk til að kíkja bara í betruna, sem opnar 8. október og spila þar frá sér allt vitt. Hún er í PC, Xbox og PlayStation 4. Og þið getur spilað leikinn bæði í fyrstu og vonandi þriðju persónu, við getum sýnt þér hér. Og þá erum við bara góð í dag, sjáðu. Þetta er spennandi, þetta er haftan. Það eru sumir sem vilja spila þriðju. En þannig að þetta Star Wars Battlefront drullið ykkur til að spila hann leik, annars eru þið bara að missa lífinu, það segir ég Sverrir. Og þakka fyrir okkur, þetta er Game 10 spilar og já, þangað til næst. Call of Duty Black Ops 3 lendir í Elko 7. nóvember. Tryggður eintak á elko.is. Elko, einfallega lægra verð.